Rúnar, þið byrjið seríuna á naglbít og svo eiginlega bara missið þetta í síðasta leik og taugarnar aðeins úr þandar í dag. Það svona stutt. Svona fljótt á litið eins og hefur komið svo sem fram í viðtölum eftir það á leiki að það leiði okkur vel alveg í svona 35 mínútur í leik 1 sem enda síðan í tvöfaldri framlengingu og náðum ekki að klára það og það á endanum alveg bara einhvern veginn ótrúlega dýrt í stóra samhenginu svona það einhvern veginn fljótt á litið eftir á. En svo vorum bara áttum mjög slakan dag fannst mér í leik 2. Mætum hérna í kvöld og erum í svona enn og aftur kannski í svona fínum gír gegnum fyrsta leikluta og erum að fá lukkið sem við viljum og finnum erum að taka góðar ákvarðanir með boltann í höndunum. En svona leið og Keflavík nær þessu svona fyrsta áhlaupi afsakið þá einhvern veginn bara orkan í húsinu einhvern veginn að breytast og maður sá það bara strax á ákvörðunartökunum okkar. Einhvern veginn fórum við að verða meira hikandi, fara tilbaka, missa boltann og einhvern veginn svona bara að kasta honum frá okkur, við vorum ekki að grípa hann og það einhvern veginn bara stress eða einhver svona hræðsla sem kemur upp og bara mér tókst ekki nógu vel að berja trúna á endanum sko. Við náum eiginlega ekki að sýna einn góðan leik. Fyrsti leikurinn er fínn en sóknarlega erum við ekkert frábærar. Við erum að skjóta illa alla seríuna. Þannig að það sem að tekja hans orða við tala skömminguna, það alveg rétt að maður horfði á stelpurnar einar 1-4 í 3 eða 1-10. Þið voruð að fá opin skot. Það var eiginlega svona greinilegt, getan alveg til staðar bara, og kerfin voru að ganga upp einhvern veginn en þeir bara voru stressaði til að hitta þeim. Já, stress eða, það er gamla góða dagsform, ég veit það ekki alveg, en auðvitað, það er mikið undir og með bakið upp í vegg og skotin eru auðvitað stærri og hvað þá þegar einhvern veginn húsið er komið og stemmingin er svona hinum meginn, momentum með Keflavíkurliðinu. En eins og þú segir þá vorum við að búa til fullt af góðum tækifærum út úr okkar sóknarleik. Mér fannst við hreyfa okkur heilt yfir betur í dag heldur en til dæmis í leik 2. Við gerðum smá lagfæringar sem mér fannst alveg virka. En svo er þetta bara að loka púslið, það er að koma boltanum ofan í blessaðan hringinn sko. Við erum 4 ofan í að 23 í ykkur 17% í 3 og svo ofan á það þá erum við 23 tapaða bolta og það er bara ótrúlega erfitt að vinna körfuboltaleiki þannig. Þetta er þinn síðasti leikur með kvennaliði Njarðvíkur. Þú hefur afrekað alveg bara mjög góða hluti með þetta lið. Þú náður upp deild og Íslandsmeistari. Ekki sárt að kveði? Bara mjög. Ef þú náðu mér 10 mínútum áður sko, þá hefði ég mögulega ekki getað komið í viðtal til þín sko. En jú, það er bara mjög erfitt og sérstaklega einhvern veginn bara við erum með frábært lið og ég er bara ótrúlega þakklátur fyrir vel haldið utan kvennalið og mér er veitt að trausta að vera með góð lið og setjum markið hátt og við ætlum sjálfsögðu að klára þetta á titli en því miður þá bara gekk ekki upp en ég geng mjög stoltur frá borði og bara kvennakarfan í Njarðvík búin að sýna það á síðustu árum að hún er bara, held ég, komin til að vera og það er mikið af efnilegum stelpum og framtíða landsliðskonum í Njarðvík og það er eitthvað sem við sem félag erum mjög stolt af. Já, það getur verið það. Það er ekki maður fyrst með kvennakörfu upp að koma mjög sterk lið bara á fyrstu deild og það er mikið gróska. Þú ert að fara yfir í karlalið Njarðvíkur, ekki rétt? Jú. Og hvað þú að gefa út hver tekur við á þér? Klúbburinn sér bara það og eins og ég segi jú núna, ég held að það er örugglega að gefa út á morgun eða hinn með sjálfa mig en já bara, þú veist, ég veit eiginlega lítið það. Ég er bara búinn að vera þjálfari kvennaliðsins og vera að fókusa á það og svo tekur eitthvað við núna og ný verkefni og nýjar áskoranir. Takk kærlega fyrir
þinn tíma og gangið vel á nýjum. Takk.